Halleluja. Gott að vera með ykkur og velkomin á samkomu í Smárakirkju. Frábært að vita við ykkur sem eru að fylgjast með á netinu og það er alltaf að aukast áhorf á netinu. Við erum þakklátt fyrir það. Frábært þegar þið skiljið eftir komment. En við ætlum bara að lofa Guð saman og við ætlum að gleðjast yfir því að hann er Guð þrátt fyrir að það blása á móti að þá er hann samt ennþá Guð. Og við ætlum að gleðjast yfir því að hann mun vel fyrir sjá. Greatest day in history, and death is beaten, you have rescued me. Sing it out, 'cause Jesus is alive. Come on. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, 'cause Jesus
Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last and meeting face to face, I am yours, and Jesus, you are mine. Woo! Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease, and celebrate, 'cause Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. No, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious way. What a glorious name that you have saved me. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. And I'll never be the same. Woo! Halleluja. Elsku vinir, þakkum ykkur fyrir að vera með okkur á þessari samkomu. Enn sinni hittust við svona á netinu og það er gott meðan hægt er, þó að tilhugurinn sé mikil að geta hiss og augliti til auglitis líka í návist hvers annars. Ég treysti því á þessu augnabliki þegar við tölum saman núna að þú og þínir og þín fjölskylda séu heilbrigð og hraust, að velíðan sé yfir. Við vitum, við gerum okkur grein fyrir það svo margt sem að herjar á í þessu ástandi sem núna er. Ekki bara veirusýkingin sjálf, heldur fjarlægð milli fólks, fjárhagserfiðleikar hugsanlega, einmanaleiki, og við heyrðum það síðast í dag staðfestingu á því að tilkynningum og fjölda ofbeldis, heimilisofbeldis hefur aukist. Þetta er allt alvarlegir hlutir. Þess vegna langum við að byrja núna bara á að biðja fyrir ykkur og biðjum saman vernd og hlíf áframhaldandi. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum biðja. Við megum leggja okkar líf, fjölskyldu okkar, vina og ættingja, og þess vegna landsins alls í þínar hendur, fólksins okkar, Drottinn minn. Biðjum vernd og hlíf áframhaldandi, hlíf og vernd og varðveislu. Og við biðjum þig að milda fjárhagshöggið líka, Drottinn minn. Þökkum fyrir það að þú ert almáttugur Guð og það er ekkert megn. Við vitum að þessi veira er ekki frá þér komin, Drottinn Guð, en við ákvöldum þig í þessu ástandi, Drottinn, og biðjum þig hjálp og vernd. Og þitt lofvörð er að þú sért með okkur
allt til enda veraldar og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af morgundeginum. Og við leggjum okkur í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Og við ætlum að taka samskotið okkar. Við viljum hvetja þig til þess að taka þátt. Það er ekki óeðlilegt í kringumstæðum sem þessum og kannski eðlileg viðbrögð fólk aðeins hörfi tilbaka með fjármálin sín. Það er óvissu ástand, það er ekki vita hvernig efnahagurinn fer í landinu okkar, hver stefni, hvernig þetta fer allt í gang og menn eru kannski aðeins að sitja á og passa sitt. Ég hvet þig í miðjunu því, spurðu núna Drottinn bara, hvernig get ég sáð? Hvernig get ég sáð sáðkorni mínu fjárhagslega inn í Guðs ríkið? Því að við uppskerum í samræmi við það. Guð elskar glaðan gjafara, hann elskar það að blessa tilbaka. Þannig að án þess að setja á þig pressu, spurðu bara. Og ekkert er of lítið og ekkert er of stórt takt eftir. Sum eitthvað gætu gefið stóra hluti. Ef Guð talar þá veit ég að þú gerir það. Hann getur líka bara talið, heyrðu, já bara 100 kall, já bara 500 kall. Gott og vel, það er blessun í því. Hvað sem er, við bjóðum að vera með, við bjóðum að taka þátt í þessu að reka safnaða starfið, jafnvel þó við séum ekki saman og séum bara heima hjá hvort öðru eða heima hjá okkur, segi ég, og tölum saman svona á vefnum, að við þurfum að halda áfram því að eins og við nefndum það, reikningarnir, þeir halda áfram að koma hvort sem er kórónuveiru eða ekki, eins og þið sjálf vitið. En við biðjum blessun yfir ykkur, fjárhagslega blessun, og við vitum að þið styðjið ef þið mögulega getið, þá er ykkur boðið að vera með, það er engin kvöð, en það er boðið að vera með. Í Jesú nafni, Guð blessi þig, Guð blessi fjölskyldu þína og haldi verndarhendi þinni yfir ykkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Mig nær þér Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert drottinn minn, þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg og drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Já, drag mig nær þér Guð og ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert, já þú ert drottinn minn, þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og
Vísa mér þinn veg og drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt, já, já. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt, ó já, og vertu nærri mér. Allt sem ég hef og allt sem ég mín ást til þín. Sér hver dag ég minnist þín og vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég gef. Allt sem í mér tilheyrir þér, allt sem í mér tilheyrir þér. Mitt líf þitt, Jesús, þú einn ert Guð og sannleikurinn. Ég
nafni þín, Jesus. Halleluja. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf, við fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég gef, allt sem í mér tilheyrir þér, allt sem í mér tilheyrir þér, já, allt sem í mér tilheyrir þér. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú, lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Þegar fjöldans nafn fölna, mun ég færa nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Skams mun opnast perlur hliðin, inn ég geng og lít hans auglind undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast, á Golgata hann gaf upp andar sinn. Til að gæti ég og þú sem himinn, Jesús. Nafnið Jesú, færa nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú.
Amen. Ég hefði nú jafnvel vilja heyra eitt versið aftur. Ég gruna það að Jóhanna ætlaði að syngja seinna versið aftur, en það er talað einmitt perluhliðið í þessu versi. Og við vitum það að hliðið náttúrulega tákna upp á umskipti. Veistu hvað erum við að eiga sér stað núna í okkar náttúrulega umhverfi, það er umskipti. Og svo er talað perluhlið. Perlan myndast bara í gegnum þjáningu. Þannig verður perlan til og það er vísað í þetta perluhlið í Opinberunarbókinni. Og við erum átt okkur því að það er svo mikið tækifæri í erfiðleikum með því að þessi umskipti verði í okkar lífi sem að raunverulega þurfa stundum að eiga sér stað, að við endurröðum í líf okkar. Og vitið það, vinir, það er bara tækifæri núna. Því að innan skams mun opnast perluhlið og það er að sjálfsögðu verið að vísa í þá himnesku dýrð sem býður okkar. En vinir, við getum eignast perluhlið í dag. Það er tækifæri fyrir perluna að myndast með okkur, innan með okkur í dag. Og það hefur allt með það að gera hvernig við höndlum kringumstæðnar. Ég hef sagt það áður og ég segi það aftur, það er ekki endilega kringumstæðnar sem við lendum í sem skipta sköpum fyrir líf okkar. Það er hvernig við dílum við kringumstæðnar sem skipta sköpum. Og vinir, við höfum öll tækifæri í dag til þess að breyta rétt. Og mér langar svo að heyra þetta seinna vers, Jóhanna mín, að vilt leiða okkur aftur bara innan skams. Að við syngjum þetta og við syngjum þetta kannski með þeim augum að við sem horfa á Jesú. Að við sem bara horfa á Jesú í kringumstæðunum, ekkert annað. Amen. Innan skams mun opnast perluhliðið. Hinn ég geng og lít hans auglit undir blík. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hann sem þá mun vinnast. Hér á Golgata hann gaf anda sinn. Til að gæti ég og þú sér himininn. Amen. Við erum svo lánsum. Drottinn bless ykkur öskurnar, þið voru æðisleg. Amen. Dýr sé Guði. En við ætlum að fara aðeins og stuttlega inn í orð Guðs í dag. Og það er forréttindi að fá að standa hérna og miðla með ykkur orði Guðs. Og stærsta perlan er að sjálfsögðu Jesús. Hann er perlan, hann er dýraperlan. Og af honum viljum við mildilega gefa í dag í Jesú nafni. Mér langar bara til að byrja á því að biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir forréttindin að fá að koma saman í þínu nafni. Og þú segir það sem að 1 eða 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni. 2 eða 3 stendur. Þar ertu mitt á meðal. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir. Ég vil þótt að við getum kannski ekki verið saman í dag svona
í hennu náttúrulega, þá erum við í einingu andans og við erum saman Drottinn á netinu og einhverju hérna örfáir í salnum sem til að lofgjöra teymin okkar. Og Drottinn, ég vil bara þakka þér fyrir það. Að þú hefur sagt, Drottinn minn, að þú ert með okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir styrkin sem að þú gefur okkur hvern einasta dag, Drottinn. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur, við þurfum ekki að óttast, við þurfum enga kvíða. Við leggjum allar slíkar byrðar í þínar hendur, Drottinn, því að þú bert umhyggju fyrir okkur. Og mér langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem eru veikir í dag, sem eru að glíma þessa glímu við COVID akkurat núna. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eru á spítala, ég bið fyrir þeim sem eru í öndunavél, ég bið fyrir aðstandendum, ég bið lækningu þína, Drottinn, og ég tala endurreisn í líf þessara einstaklinga og ég tala endurreisn til íslensks samfélags, Drottinn, og fyrir heiminn allan. Í Jesú nafni við biðjum, í Jesú nafni. Amen. Við vitum það að Víðir búin að vera minna okkur að það síðustu daga að það er svo mikilvægt að ekki bara byrja vel, heldur að enda vel. Og hann hefur verið að brýna fyrir okkur aftur og aftur og við hlýðum við því. Hann hefur verið að brýna fyrir okkur aftur og aftur hvað það er mikilvægt að slá ekki slöku við, þannig að við fáum ekki upp þessa veiru aftur og aftur, heldur að kveðana í eitt sem fyrir öll bara niður í kútin. Og þetta er svo rétt og við þurfum að vanda okkur og það er svo margir sem bara á göngunum með Guði og bara í lífinu almennt sem að hafa tilhneigingu til þess að byrja vel, svo einhvern veginn flosnar einhvern veginn upp úr hlutunum. Og ég var einmitt að hugsa það þegar Víðir var að tala daginn, að þegar ég byrjaði að æfa líkamsrækt á sínum tíma, sem ég geri mjög mikið og allir maðurum einn líka, þetta er svona lífstíl, að þá var ég svo lánsum, ég fekk rosalega góðan þjálfara sem kendi mér svona ákveðna undirstöður. Og hann mér talaði það að það skiptir svo miklu máli hvernig hún nálgast það. Það er til dæmis ekkert sniðugt að drekka mjög mikið áður en þú ferð að æfa. Það er heldur ekkert sniðugt að borða rosalega mikið rétt fyrir æfingar. Það þarf að passa það. Svo er annað sem að komi bara mjög óvart þegar hann var að segja frá og það var það að það skiptir máli að byrja ekki of skart. Byrja rólega. Þannig að þegar þú kannski ferð að hlaupa brettið og þá er ekki spurningum að hlaupins rætt og getur alveg strax. Þú þarft að vinna þér upp í ákveðnu tempó. Þannig að tempó, svona ryþminn í hlutunum, skiptir máli. Og hvað kemur það þessu við sem við erum að gangi í gegnum? Jú, það kemur því við að ryþminn hefur svolítið með úthald að gera. Hann hefur með þolgæði að gera. Og við kannski héldum fyrst þegar þeir komið fram og voru að tala þetta og það var lagt til að það yrði þetta samkomi bann og annað. Þá héldum við kannski spretthlaup væri að ræða. Við héldum að þetta yrði kannski 2-3 vikur og svo yrði samfélagi bara ósköp hefðbundið eftir það. En annað hefur svo sannarlega komið á daginn. Nú hafa liðið bara töluvert marga vikur og við ennþá sjáum ekki fyrir endan á þessu. Þannig að þetta er löngu hætt að vera spretthlaup. Þetta er orðið að langhlaupi. Og það minnir mig á það að fyrir í vetur að þá var ég með að stúdera þolgæði. Og hvað þolgæði er ótrúlega mikilvægur eiginleiki að hafa á göngunum með Guði. Að gefast ekki upp þó móti blási og halda tempói. Halda alltaf tempói. Búa til þannig umhverfi sem að virkar. Andlegt umhverfi, andlegt fyrirkomulag sem að virkar þannig að maður ná árangri á göngunum með Guði. Passa sig að fara ekki of geyst. Heldur búa til tempó sem að maður getur í raunni viðhaldið. Ekki satt. Þannig að mér langar til þess að fara í Rómverjabréfið í 5. kafla í versi 1 og það stendur svo. Réttlæta trú höfum við frið við Guð, saki drottins vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýr Guðs. En ekki aðeins það, og þetta er athyglisvert, við fögnum líka í þrengingunni. Ég veit ekki marga sem að fagna í þrengingum, en það stendur hér, við fögnum líka í þrengingum
þar að við vitum að þrengingin, hún veitir þolgæði. En þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur aftur á vonina. Þannig að fyrir mér þetta svona hringur. Og það mjög hættulegt að festast á okkur en stað í þessum hring. Við þurfum að klára hringin. Þannig að þrenging veitir þolgæði. Þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Við þurfum nefnilega þolgæði til þess að komast í gegnum ákveðna kafla í lífinu. Og Biblían, hún sigurhúðar ekki lífið. Hún segir aldrei það verða bara sólskinn, bjarti dagar og dásamlegheit. Nei, Biblían talar ekki um það. Auðvitað er lífið yndislegt. Lífið er frábært. En það getur líka oft á köflum verið bara mjög strembið. Og í lífinu að þá munum við upplifa sorg. Við munum upplifa missi. Við munum upplifa erfiðleika sem er bara óhjákvæmilegu fylgifiskur þess að elska. Það er hin hliðin á teningnum að elska. Þannig að Biblían er algjörlega sönnvarandi þetta og þess vegna gefur Guð okkur ráðleggingar hvernig við getum sem best þolað þrengingu. Hvernig við getum komið út úr þrengingu hinum megin með vonina að leiðarljósi. Ekki satt. Og ég veit ekki með ykkur en ég er alltaf til í smá meiri von. Vonin er það sem heldur okkur á floti. Og staðreyndin er svo að í þrenging er líka tækifæri. Kínverska orðið, krísa, er samsett úr 2 orðum. Það er samsett úr orðunum, hérna er ég að finna þetta, það er samsett úr orðunum hætta og tækifæri. Og mér finnst þetta ótrúlega merkilegt, því að það er svo rétt. Krísa er nefnilega hætta, en það er líka tækifæri. Og Guð vill að við horfum á tækifærið. Og í krísu þá eru gríðarleg tækifæri, til dæmis að endur meta lífið. Hvað er að virka og hvað ekki svo mikið. Og ég veit ekki með ykkur en ég þarf stundum að stokka upp í hlutunum og segja herðu býttu nú við. Þetta er bara dauði í mínu lífi. Ég þarf að ýta þessu út, ég þarf að fá meira þessu og samskipti og annars líkt, það er svo gríðarleg tækifæri. Og oftast í krísum þá gerum við varanlega breytingar. Það er nefnilega oft þannig að við gerum ekki breytingarna nema til neitt. Það er svolítið þannig, það er þetta mannlega. En krísan býður upp á tækifæri. Og í Biblíunni eru fjölmörg dæmi einmitt þetta. Að fólk hafi notað krísu og risið upp. Sjáðu Móse. Hann notaði krísu. Hann sá að það var verið að beita hans líð órétti og hann greip í taumun og gerði ekkert endilega rétt. Ég er ekki að réttlæta það. En hann greip inn og Guð reist hann upp til þess að verða þessi mikli leiðtogi. En áður en það gerist þá þurfti hann einmitt að fara í gegnum eyðimerkurgöngu. En ekki bara það, Davíð. Munum eftir Davíð og Góliat. Vá, það var krísa í landinu. Það var krísa í landinu og enginn þorði á móti Góliat. Rétt eins og við horfum á núna, það veit enginn, það skilur enginn eins að veiru. Ekki bara Davíð, við erum að tala um Rahab, við erum að tala um Ester. Muni eftir Rahab, hún hleypti njósnurinn minn og hvað gerðist? Sagan breyttist. Það sem þetta fólk gerði í miðjun á krísu breytti sögunni. Og hugsa ykkur Rahab, þessi kona sem hafði vafasama fortíð. Hún er ein af, hún er í ættartölu Jesú. Spáði í þessu út af því að hún reis upp og gerði það sem var rétt. Þá telur Guðinn það til tekna og getur verið
vinir, að Guð sé að reisa okkur upp fyrir einmitt þetta tímabil sem við lifum á núna til þess að breyta sögunni með einhverjum hætti. Við getum verið allavega að breyta okkar sögu. En vinir, við getum líka verið að bara breyta sögunni með því að gera hlutina með einhverjum öðrum hætti en við höfum verið að gera hingað til. Gera með Guðs hætti. Halleluja. Þannig ég fór að hugsa, wow, allt þetta fólk, það kemur fram í krísu ástandi að þá fer þetta fólk að skína út af því að það er ekki endilega kringumstæðnar, það eru viðbröðin við kringumstæðunum. Allt þetta fólk tók stöðu sína og gekk inn í þá köllun sem að Guð hafði á líf viðkomandi. Og hvað gerðist? Sagan breyttist. Páll var einn af þeim sem að einmitt hafði þessa sögu. Hann breytti sögunni. Og þvílíkt sem að Páll hefur haft áhrif á kristindómum allan heim, hann skrifaði stóran hlut af Nýja testamentinu. En það stendur hér í öðru Tímóteusarbréfi 4:7, ég hef barist góðu baráttunni, ég hef fullnað skeiðið, ég hef varðveitt trúna. Og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér heldur öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Stuttu eftir þetta vers, í rauninni bara í næsta versi, þá er talað vin hans Damas, vin Páls sem hét Damas. Damas var lærisveinn Páls og gekk með honum, en hann byrjaði vel, en endaði ekki svo vel. Hann hvarf og Páll talar það og greinilega með smá harmi, Damas hvarf á braut. Hann elskaði þennan heim meir en hann elskaði Guð. Og hann er leiður og svo listar hann upp nokkru nöfnum sem hafa byrjað vel en ekki endað vel. Og hugsið ykkur, Damas, það var bara hvergi minnst á Damas í ritningunum eftir það. Sagan hans breytti í sjálfu sér afskaplega litlu út af því að hann hélt ekki út. Og vinni, það er bara svo mikið atriði að halda út. Það er svo mikið atriði líka á þessum tímum sem við lifum á. Þegar fólk er undir þrýstingi, það er að halda út. Hvar liggur fjársjóður okkar? Og ég fór að hugsa þetta einmitt. Hvernig getum við með betri hætti haldið út á göngunum með Guði? Hvað er það sem gerir það verkum að við erum ekki bara, þið veitir, við byrjum ekki bara vel, heldur við klárum verkefnin. Við klárum. Og mér langar að nefna 4 atriði í því samhengi. Það er fyrst og síðast, vinir, að gefa sér tíma fyrir persónlegt samband við Guð. Á hverjum einasta degi að gefa sér tíma til þess að lesa í ritningunum, til þess að biðja og ekki síst til þess að hugleiða orð Guðs. Þeir sem að ná árangri á göngunni og hafa eitthvað að gefa, hvort sem að það er innan kirkjulegs samhengis eða út af við, hafa andlegt úthald. Andlegt úthald er númer 1, 2 og 3. Þannig að ef þú vilt halda út, ef þú vilt hlaupa og vinna þennan sveig sem að segja bara, herði, ég hef fullna skeiðið, ég er orðið fullreyndur, ég hef von fyrir framtíðina, þá er það að halda út. Það er að eiga persónlegt samband við Jesú. Og það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Því miður þá er það þannig að margir hafa kannski hætt að lesa eða lesi lítið eða eru ekki þessar andlegu verið sem við eigum að vera. En kirkjan á þessum tíma þarf að rísa upp. Hún þarf að rísa upp og segja, herðu, svona er þetta. Jesús er svarið. Leitum hans og við munum fá saðningu fyrir sál okkar. Má ég heyra með? Þannig er það. Gef okkur tíma fyrir persónulegt sambandi við Guð. Annað sem er gríðarlega mikilvægt á hverjum degi. Það er að minna þig á hver Guð er. Það er svo oft sem að við drukknum í COVID-umræði eða í annars konar umræðu.
Og nú er þetta ekki bara COVID, nú er þetta spurningum lífsviðurværi fólks, afkomi fólks og margir eru óttaslegnir. En það er svo mikið atriðinir að þegar við erum óttaslegin að við stækkum Guð í kringumstæðunum. Að við horfum til Guðs en ekki á kringumstæðuna. Því hvað gerist þegar við horfum á Guð, þegar við stækkum Guð? Allt sem þú veitir athygli það vex. Veittu honum athygli. Hin hliðin á peningnum er, hver ert þú í Guði? Það er annað sem við verum að minna okkur á hverjum einasta degi. Hvað segir ritningin þig? Eru þetta kringumstæður sem munu ganga fram að þér, munu eyðileggja þig? Nei. Drottinn segir, allt megnar þú fyrir hjálpan sem þig styrkan gjörir. Hann sem hefur hafið í þér góða verkið, hann mun og fullkomna það. Og hann hefur líka sagt, vinir, að allt muni samverka til góðs. Þetta eru slæma kringumstæður, það er rétt. En vitið það, Guð hefur lag á að láta slæmar kringumstæður samverka okkur til góðs. Það geta nýst okkur í þessari byggingu sem að Guð er að byggja í lífum okkar. Þannig að leifum honum það. Atriði númer 2. Myndu þið á hver Guð er. Myndu þið á hver Guð er. Myndu þið á hversu stór Guð er. Hversu mikill hann er. En myndu þið líka á hver þú ert í Guði. Hvað Guð segir lífið þitt. Og við munum hvað lagið segir. You say I am strong when I feel like I'm weak. Það er það sem að Guð segir. Vitið það, ef við myndum vita hvað Guð segir, ef við myndum sjá hvernig Guð horfir á okkur, við myndum raunverulega sjá það, þá myndi líf okkar og okkar sýn á lífið algjörlega breytast. Hann hefur trú á okkur. Hann hefur trú á okkur í Jesú nafni. 3. atriðið, endurnýjaðu hugsun þína. Í Róm, ég elska þessi vers í Rómverjabréfinu í 12. kafla, því brýni ég þér systkin að þér vegna samfélagsins við Guð bjóði fram sjálfaður að lifandi heilagri Guði þóknarlegri fórn. Og eru þau bara í Smárakirkju að tala fórnir? Já, því að þetta er nefnilega mögnuð mynd af því sem að við eigum að vera að gera. Hvað gerðist í gamla sáttmálum þegar þú voru að fórnfæra dýrum? Halldór kom inn á svo vel og listilega vel á síðustu samkomu. Og það var það að dýrunum var fórnað. Og hvað gerist þegar eldurinn kom upp og dýrunum var fórnað? Þau breyttu form. Það sem að við gerum þegar við erum á altari Guðs, að við leifum honum að breyta formin okkar. Við hættum að vera þetta og við förum að vera þetta. Og munið hvað segir í orði Guðs, hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Þannig að það er eitthvað við það að vera á þessu altari, og náttúrulega ekki raunverulega altari, heldur á þessu altari Guðs, þar sem að við breytum form. Þannig að þegar við gerum það og við leifum honum að vinna í líf okkar, leifum honum að breyta okkur upp, breyta formin okkar, leifum honum að hafa áhrif á hugsanir okkar. Hvað gerist? Við förum allt í einu átt okkur af því að það sem er vilji hans, hið góða, fagra og fullkomna verður hlutskipti okkar. Formið okkar hefur breyst. Við höfum breyst. Því að við erum ekki haldandi í okkar eigin kringumstæður eða erum í okkar eigin mætti, við erum í hans mætti. Og þegar við erum í hans mætti og þegar við treystum Guði, þá getur Guð gert alveg stórkostlega hluti í líf okkar. Og ég hef reynt einmitt það. Þannig að breytum form. Við erum þessi lifandi fórn á altari Guðs. Í 4. lagi, treystu að Guð sé stærri en allar kringumstæður. Það er stundum bara mjög snúið. Við allt í einu, og ég er mjög gjörn á því út af því ég er svona stjórnandi í mér, ég fyrir alltaf að reyna að stjórnast í kringumstæðunum út að ég tel að ég viti betur en Guð. Og ég komist að því að ég veit ekki betur en Guð. Ég komist að raunum það í gegnum erfiða reynslu.
það ekki típist? Þannig að látum mína reynslu vera ykkur viðvörun. Guð stærri en allar kringumstæðurnar. Og vitið það, Guð ekki búinn að missa tökin á þessu, á heiminum öllum. Hann horfir ekki á þessa veiru og hugsa, ok, skákum át. Ég veit bara ekkert hvað ég á að gera í þessum kringumstæðum. Vitið að Guð með ráð við öllum kringumstæðum. Hann með svari inn í allar kringumstæður. Og svarið bara mjög oft ekki það sem við erum búin að plana. Því að hans vegir eru aðri en okkar vegum og hans hugsanir eru aðri okkar hugsunum sem betur fer. Og margir og þú veist, ég hef oft verið spurð það, en ertu ekki reið stundum út í Guð? Jú, jú, ég bara stundum svolítið reið út í Guð, út að Guð haga sér ekki nákvæmlega eins og ég vil að hann hagi sér. En vitið það, ef hann gerði það, þá væri hann ekki Guð. Og það eitthvað við það, vinir, að þegar við erum að mæta kringumstæðum, að við auðmýkjum sjálf okkur undir hans voldugu hönd, út af því hann veit betur en við. Og þegar við erum tilbúin að auðmýkja okkur og segja, veistu að Drottinn, ég veit ekki hvað hérna í gangi, en ég kýs að treysta þér. Ég kýs að gera þig að leiðtogi, ég kýs að setja þig á hásætið í þessum kringumstæðum. Ég ætla ekki sjálf eða sjálfur að vera að reyna að finna út úr hlutunum, ég ætla að treysta þér. Ég ætla að trúa því að þú sé stærri en þessa kringumstæður. Leið og gerir það, þá ertu búin að gefa honum stjórnartaumana. Og það lykill, vinir. Það lykill. Gefum honum stjórnartaumana á líf okkar. Hættum að vera bakstra í þessum málum sjálf og leifum honum að stjórna. Þannig ég fara aftur yfir punktana. Aftur setja upp gleraugun. Að gefa sér tíma fyrir persónlegt samband við Guð. Og vinir, á hverjum einasta degi þá hvet ég ykkur til þess að vera í persónlegu sambandi við Guð. Því að það gerir þig andlegan. Þá leyfir þig andans manni að stýra ferðinu og hann fær fæðu og hann fær getu til þess að takast á við kringumstæðurnar. Myndu þig á daglega hver Guð og myndu þig daglega á hver þú ert í Guði. Endur nýjaðu hugsun þína. Vertu á altari Guðs og leyfðu honum að brenna, sem þýðir það að við breytum form. Treystu að Guð stærri en allar kringumstæður og allar kringumstæður geta samverkað til góðs. Mér langar til þess að koma að lokum með áskorun hérna til okkar. Nú Víðir búin að segja að við eigum að enda vel. Áskorun mín þessi. Það ekki nóg að byrja vel. Í svona kringumstæðum þá Guð að mynda í okkur þolgæði. Og þolgæði þarf að vera fullreynt til þess að vonin komi aftur. Leifum Guði að fullreyna okkur á þennan hátt. Leifum Guð að breyta okkar formi og leifum líka Guði að gefa okkur þessa nýju von sem hann þráir að gefa okkur. Þegar allt þetta afstæðið, má ég heyra með hann. Þannig í dag, það ekki meira í bili sem ég ætla að segja og ég vona eitthvað að þessu getur kannski nýst þér fyrir komandi viku. En mér langar til þess að lokum biðja með ykkur stuttabæn. Og ég veit að það fólk hér sem að kannski þekkir ekki Jesú, veit ekki hver hann þekkir hann ekki persónulega og á ekki einmitt það sem ég var að tala þetta persónulega samband við Jesú. Það langar mig til þess að hvetja þig að hleypa honum inn í hjarta í dag. Því að það engin stærri, betri eða meiri gjöf en það að taka við Jesú Kristi í hjartanu. Þannig ef að þú ert þar í dag og þú þekkir ekki Jesú, þá hann bara einni bæn í burtu. Og mér langar til þess að biðja bæn og ég vil biðja þessa sem eru hér í salnum, þessa fáir sem eru hér í salnum, að biðja eftir mér og bæninni svona. Kæri Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Viltu fylla mig að heilugum anda? Viltu ganga með mér hvern einasta dag?
Drottinn, ég þakka þér að ég er nú þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Amen. Ef að þú varst að biðja þessa bæni í fyrsta skipti, þá hvet ég til þess að setja í samband við okkur í Smárakirkju. Ég heiti Sigurbjörg Gunnarsdóttir, þú getur sendt mér post á Messenger eða post á kirkjuna, bara vertu velkomin. Hveti til þess að biðja á hverjum einasta degi, lesa orðans og umfram allt tengjast einhverjum trúuðum. Og þegar þessu samkomubanni líkur endilega komdu á samkomu. En mér langar til þess að þakka ykkur innilega fyrir samkomin í dag. Drottinn blessi ykkur og varðveiti ykkur.